Komið sæl og velkomin í starfið. Þátturinn í kvöld verður með svolítið öðruvísi sniði, en að þessu sinni ætlum við að sjá mynd sem að ég vann ásamt nemendum í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri karla í kvenstörfum. Starfið heldur svo áfram í óbreyttri mynd í næstu viku þegar við fáum að kynnast starfi kennarans. En nú skulum við kynnast körlum í kvenstörfum. Í gegnum tíðina hafa ákveðin störf oft verið kölluð kvennastörf og önnur karlastörf. Skilgreiningin á þessu hefur þó verið að breytast í gegnum árin. Í þessari mynd ætlum við að kynnast 4 körlum sem gegna störfum sem yfirleitt eru álitin kvennastörf. Einnig ætlum við að heyra álit fólksins á götunni á þessum störfum. En er enn hægt að tala mun á milli karla og kvennastarfa? Kristín Ásgeirsdóttir hjá Jafnréttisstofu hefur sitt að segja það. Og sem betur fer þá sjáum við sífellt fleiri dæmi það að sérstaklega konur fara inn í störf sem að áður voru svona aðallega í höndum karla. En dæmin eru ennþá færri karla, en þó erum við nú að sjá fleiri og fleiri dæmi. En samt sem áður þegar við horfum á heildarmyndina, þegar við bara skoðum svona tölur yfir starfs- og námsval karla og kvenna, þá er þetta ennþá ótrúlega skipt og svona á Norðurlöndunum þá segja menn að þetta sé ein aðal ástæðan fyrir launamun kynjanna. Það er að segja að það er svona á sér rætur í sögunni að þessi störf sem að konur vinna, þau hafa verið metin til lægri launa heldur en störf karla. En þetta er nú akkúrat það sem við viljum breyta. Því að við viljum að fólk bara fá að njóta hæfileika sinna, mennta sig í því sem að það langar til, hvort sem það er hjúkrun eða leikskóla, vera leikskólakennari sem að ábyggilega marga stráka langar til að gera en kannski þor ekki vegna fordóma. Og það er alveg vitað að til dæmis karlmenn sem að fara í hjúkrun, þeir hafa mætt ansi miklum fordómum. Við eigum að nýta hæfileika fólks, ekki að vera full af fordómum og einhverjum staðalmyndum sem er einmitt það sem við viljum breyta. Hér í skólanum skemmtilegt að vera, það skrambi margt sem hér hægt að gera. Það ríkt, það kúl og algjört æði, það ríkt elfur landafræði. Hlutfall karlmanna í grunnskólakennslu er ekki hátt. Einn þeirra fárra karlmanna sem kennir við Oddeyrarskóla er Gísli Sigurður Gíslason sem kennir eldri nemendum skólans. En finnst Gísla hann vera í kvennastarfi? Nei, enda hvað er kvennastarf og hvað er karlastarf í sjálfu sér? Er ekki bara starf eitthvað sem maður hefur gaman að óháð kyni? Mér finnst það. Þannig að en auðvitað er talað um þetta sem kvennastarf og kannski eru launin í stíl við það, ég veit ekki, að það sé ætlað kvennastarf. Ég held að þetta hlutfall haldist, það er að segja verið mikið af konum. Hvort að viðhorfið breytist, veit ég ekki. Ég vona það, en ég er ekki viss um það. Það er ég held að framávonir mikla peninga og svo framvegis, það liggja ekki í kennslu og fyrir vikið þá held ég að það er náttúrulega krafan er ennþá svo að kallar eða strákar þeir að þéna, þeir að hafa laun og ég held að það þykir mörgum köllum mjög erfitt að vera til þess með lægri laun heldur en sambýliskona eða eiginkona og þá er þetta nú ekki gálu braut En hvers vegna valdi Gísli þetta starf og hver voru viðbrögðin þegar hann ákvað að feta þessa braut? Ég eiginlega veit það ekki. Ég hafði ekkert sérstaka skólareynslu þegar ég var lítill og ætlaði mér ekkert að vera kennari. Ég fer í þetta nám þegar ég er rúmlega 30 og er lengi að taka það, þannig að ég fer ekki að kenna fyrir en að nálgast fertugt. Og en af hverju? Gaman af fólki. Ég prófaði þetta sem leiðbeinandi og það var mjög gaman og fór í námið hér í Háskólanum á Akureyri og er enn í þessu. Já, þegar ég hætti á sjónum og þá sögðu margir við mig bara hvað er þetta að gera, maður hefur ekki fínt á sjónum. Fara inn í skóla bara fullt af einhverjum kettlingum, það sögðu nú einhverju, þá var þetta ekki sjómennirnir sjálfur. Ég veit ekki bara finnst þetta skemmtilegt starf og ég hef aldrei litið á það sem einhvern kalla eða kvenna dæmi, Ég hef ekki eins og kvarlað að mér. En telur Gísli að það vanti fleiri karlmenn í stéttina? Já. Sérstaklega
sérstaklega hérna með kennslu yngri barna. Ég held að það sé bara dálítið alvarlegt mál að við erum með krakkar sem jafnvel að koma på unglingastig þar sem að þau hafa engar kallfyrirmyndir nema bara Tarzan og Superman og þá félagana úr sjónvarpinu. Sem sagt alin upp hjá einstæðum mæðrum, fara á leikskóla og hitta eingöngu konur, koma í skóla og hitta eingöngu konur. Og hérna, ég hef fundið það að sumir krakkar, þeir veit ekki alveg hvernig þeir að bregðast við manni þegar þau koma síðan hérna í náttúrulega tíma hjá mér sko í 7. og 8. bekk og ég er alveg fyrsti kallinn sem þau hitta sko í kennslu eða svona sem að áfara að stjórna. En þau láta hins að mjög vel að stjórna sko. Ég er í vafa þarna. Ég held að það skipti ekki miklu máli. Bæði og bara. Æfa og það er rosa fjölbreytt, en já, mér finnst meira að kvenmönnum í grunnskóla kennslu. En já, alveg henta líka báðum. Mér finnst alveg geta verið fyrir kall og konu. Allt og lítið á karlmönnum. Kimba, 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 kimba. Kimba, 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 kimba. Kimba, 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 kimba. Ekki langt síðan að hjúkrunarfræðingar voru kallaði hjúkrunarkonur. Á undanförnum árum hefur það þó breyst, þar sem að fleiri karlmenn hafa komið inn í stéttina. Við ætlum að kynnast Önnu Snæbjörnsdóttur sem starfar í FSA. Fyrir svona rúmum áratug þá var ég að starfa hjá líftæknifyrirtæki í Reykjavík við lyfjaframleiðslu og svona upp frá því þá vaknaði áhugi á mér að fara í líffræði. Ég ætlaði alltaf að stefna því að fara í líffræði við Háskóla Íslands. En svo hafði ég haft mikinn áhuga á sálfræði mjög lengi líka og þegar ég svona fór að hugsa og velta fyrir mér hvernig ég geti blandað þessu tvennu saman þá fannst mér geðhjúkrun svona passa fyrir þetta áhugasvið. Þannig að ég skellti mig bara í hjúkrunarfræðinámið og bara hef bara frá því ég byrjaði bara stemt að þessu. Mér líka starfið alveg rosalega vel og ég hef verið hérna í rúm 7 ár og stefnið að vera þetta mjög lengur og já, bara alltaf líkaði mjög vel og þegar það tekst vel til í vinnu þá er þetta mjög gefandi starf. Finnst Snæbjörn í hjúkrun vinna hvernig starf og hefur hann orðið fyrir fordómi vegna starfsins? Meðað við, ef við hugsum út frá svona tíðinni tölu hvernig starfið er á Íslandi þá er held ég 1 eða 2% af hjúkrunarfræðingum eru karlmenn. Þannig að jú, þetta er náttúrulega kvennastétt en starfið sem slíkt myndi ég ekki flokka sem kvennastarf og ég hef ekki upplifað það að vera leitin hotnuð að starfi. Ég held svona fyrst þegar ég byrjaði náminu þá var ég svona velti ég sjálfu mikið fyrir mér hvað ég væri að gera í þessu námi, af hverju ég væri hérna einn með öllum þessum konum en ég held að þegar ég var búinn að yfirstiga það bara sjálfur að ég hef ekki upplifað þannig að vera leitin hotnuð á sko. Hafa karlmenn eitthvað fram yfir konur í þessu starfi? Nei, ekki að neinu leyti nema kannski því að karlmenn og konur eru ólíka mörgu leyti og hafa ólík viðhorf. Þannig að ég held að mörgu leyti sé gott fyrir stéttina að fá bara fjölbreyttari flóru af fólki inn í starfið. Þannig að ég held, ég má kannski svara þannig að fá fleiri karlmenn að þá fáum við fleiri viðhorf inn í starfið og önnur gildismöt kannski. Kvenmannstarf. Af hverju er það? Sko, það er bara einhvern veginn svo að kvenmaður er alltaf kvenlegri í sér og við erum grófari við karlmennirnir heldur en kvenmaðurinn og ég myndi segja það að hjúkrun það tilheyrir móðurstarfi. Þannig að ég segi kvenmannsstarf, já. Bara bæði, sko, það er svo mikið bland. Bara bæði, finnst mér. Kannski meira kvenmenn í þessu, en mér finnst alveg henta báðum, sko. Hvort tveggja. Við eigum hvor annan að eins og skefti og blað. Í lífsins skúra veðri, hanski og hönd, hafið og strönd. Við eigum samlið ég og þú, eins og vind og vindubrú. Dagmömmur er starfsheiti sem við þekkjum öll, en það er líka til dagpappar. Við ætlum að kynnast þeim. Það var nú þannig að kona mín var búin að vera í þessu starfi nokkur ár
og mér fór nú langað til að taka þátt í þessu. Ég gerði það svona þegar ég kom heim á daginn úr minni vinnu. En svo fyrir hennar hvatningu þá lét ég slag standa og sagði upp í þeirri vinnu sem ég var í og byrjaði núna áramótin eftir að hafa útvegað mér tilskilin leyfi og faraði á námskeið í haust, síðastliðið haust. Mér líkar þetta mjög vel. Þetta er virkilega gefandi og skemmtilegt starf og já, bara virkilega skemmtilegt starf. En starf dagpabba ekki ólíkt því sem hann hefur fengist við síðustu árin? Já, það má kannski segja að þetta sé að sömu leyti svolítið líkt því sem ég hef verið í þegar ég hef verið starfað sem vélstjóri til sjós. Vegna þess að það þarf að hugsa mjög vel vélarnar í skipunum. Ég hef verið við það og það þarf að skipta eldsneytissíu af og til og smörsíu og það þarf að passa að vélinn fari ekki á yfirálag og það þarf að stilla vélinn annað slagið og þetta svona, það þarf að hugsa eins börnina, það þarf að hugsa vel þau, það þarf að skipta á þeim og það þarf að veita kærleiksríkan aga til þess að þau sé ekki vanstilt, svoleiðis að sömuleyti þetta líkt, en svona öllu gríni slepptu þá er þetta bara virkilega gefandi ánægilegt starf og að mörgu leyti þarf maður að hugsa vel börnin eins og vélar til þess að allt gangi vel. En vantar fleiri karlmenn inn í þessa stétt og hver voru viðbrögðin sem hann fékk þegar hann byrjaði að starfa sem dagpabbi? Já, ég held að það væri ágætt fyrir hjón að sinna þessu starfi. En eins og ég sagði áðan þá mæli ég nú ekki kannski alveg með því að karlmenn taki þetta að sér svona á eigin spýtur vegna þess að þá vantar svona þetta kvenlega innsæi og tilfinningar sem að börnin þurfa á að halda. Já, mörgum finnst þetta svolítið sérstakt og skrítið að ég sé komin í þetta starf þegar þekkja mig fyrir að hafa sinnt öðru störfum áður. En margir vita það að ég hef haft gaman af börnum og ég á sjálfur 8 börn og þannig að það breytist ekki svo mikið þegar þó komi hérna einhver aukabörn inn í hópinn og gaman að fá að taka þátt í þessu bara upp á nýtt, ef svo má segja, að sinna svona ungum börnum. Af hverju eru svona fáir dagpabbar og telur Friðrik að ennþá séu til karla- og kvennastörf? Já, ég veit það ekki. Ég held að sé nú bara svona að menn ekki alveg komnir í gangi þessu ennþá. Ég held að þegar menn sjá það, þetta er bara ágætis starf, að þá held ég að fleiri að taka þátt í þessu, fleiri karlmenn. Allavega svona karlmenn sem hafa gaman af börnum og hafa haft gaman af börnum. Svoleiðis að ég held það er eftir að aukast hlutfall karla í þessu starfi. Já, vissulega eru til karla- og kvennastörf, það er ekki spurning. Til dæmis þá hefur mjög sjaldan verið með sjómönnum sem kvenkyns sjómönnum á togurum og öðrum slíkum við slíkar aðstæður. Það eru meiri karlastörf þó að sjálfsögðu getur kvenfólk sinnt þessum störfum eins svona einstaka kvenmaður, en það eru meiri karlastörf, svo það eru og eðlilegt, það er bara eðlilegt að séu sem sagt meira af karlmönnum í sumum störfum og meira kvenfólk í öðrum. Það er bara, þetta er mismunur á kynjónum og við þurfum ekki að reyna að breyta því, það verður alltaf. Já, dagforeldri það er bara svo ókarlmannlegt að vera með börn í fanginu, það er kvenfólki mikið frekar. Við eigum að vera út á sjó og reyna að bjarga okkur almennilega og sem þegar afla bjargi bú. Kvenna. Af hverju? Bara það oftar sem þær hugsa börnin heldur en karlarnir. Mér finnst það meira kvenna. Ég bara veit ekki neitt karlmann sem er dagforeldri. Já, við vorum að heyra það nýlega að það eru 2 herramenn í Reykjavík og mér finnst það bara gaman að vita því. Að við svífum loftið, 2 ástfangnar flugvélar, yfir úthafinu ég elska þig, það sér okkur enginn þar. Og við svífum loftið, 2 ástfangnar flugvélar. Konur sinna yfirleitt þjónustustörfum borð í flugvélum, enda þekkjum við öll hugtakið flugfreyjur. En það eru líka til flugþjónar. Þeir
Hreinn Skagfjörð eini flugþjónninn sem starfar hjá Flugfélagi Íslands. Má bjóða ykkur kaffi, te eða vatn? Ég náttúrulega einkaflugmaður og áður ég fór að fljúga þá var náttúrulega búinn að í raun meir og minna vinna í þjónustustörfum heilmikið og í raun bara alltaf að vinna með fólki og bara ákvað að prófa og byrjaði fyrir hátt í 15 árum, þá fór ég til Atlanta. Náttúrulega eins og allir segja einhver ævintýraþrá. Hvaða viðbrögð ætlir Hreinn fái þegar hann birtist borðið í flugvélinni og ætlar að fara að þjónusta fólk? Það svona einu sinni, tvisvar, þrisvar í viku sem hefði sagt hvað engin flugfreyja í dag. Það eins og segja að við líka við erum líka með flugmenn sem eru kvenmenn og ég segi líka þegar að Bryndís Lára að fljúga þá segi ég strákarnir. Þannig að þetta er bara svona þetta kannski innprentað að flugmennir eru strákarnir og flugfreyjurnar eða flugþjónarnir það eru stelpunar. Eins og ef það leiðinda ókyrrð og svoleiðis að það var nú oft meir segja konur sem að segja æ, hvað var gott að hafa karlmann um borð. Ruglið hjá stórum hóp fólk sem að veit í raun ekki hver vinnan okkar er það að það lítur á okkur mjög oft eins og ég kalla trolley-dolly en náttúrulega starf þeirra sem eru að vinna um borð í flugvél að það er semst öryggisverðir númer 1, 2 og 3 þó að við eigum að geta brosið að og gefið kaffi og hugulegt en ef eitthvað kemur fyrir að þá er það í raun okkar að sjá um það. Þó svo að við sjáum ekki marga flugþjóna hér á landi er það sama ekki upp á teningum annar staðar í heiminum. Ég var nú að vinna hjá Atlanta í mörg ár og hjá Atlanta hefur í gegnum tíðina verið svona það bil 50-50 karlmenn og kvenmenn og síðan ef þú ferð á aðra staði í heiminum til dæmis í, við getum sagt, Arabalönd að þar er mikill meiri hluti karlmenn og við getum kannski litið á það sem viðhorfið gagnvart vinnunni að kannski hefur það verið í hinum vestræna heimi þetta eitthvað fegurðar, dísa, beauty, look að fara fljúga og kannski ekki metið beint sem vinna en aftur á móti í öðrum heimslutum og til dæmis í Araba heimunum það að vera sem vinna sem flugþjónn það er bara talin mjög góð vinna. Hver er skoðun Hreins á kvenna- og karlastörfum? Finnst honum þessi hugtök vera á undanhaldi? Ég vil ekki kalla neitt eða eyrnamerkja neitt eða einhverju störf, kallastörf eða kvennastörf. Þetta er bara vinna, bara eins og hver önnur vinna og hana þarf að vinna á faglegan máta og það er grunnurinn í allri vinna. Þú vinnir hana heiðarlega, leggir þig í vinnuna og hafa verið ánægja af vinnunni þinni, þá skilarðu góðri niðurstöðu og þá skiptir engu máli hvort að það er karlmaður eða kvenmaður sem að skipar starfið. Ég segi það sem betra kvenmaður líka. Bland bara. Mér finnst það meira flugfreyja, mér finnst það meira svona, mér finnst meira að kvenmönnum í því starfi en maður sér alveg einn og einn kall en þeir eru yfirleitt samkynhneigðir, held ég, en annars, nei, það þarf ekkert alltaf að vera, Ég er ekki alveg viss. Karlmenn hafa komið inn í þau störf líka. Eftir að hafa kynnst þessum mönnum sem að ryðja brautina og minnka bilið á milli karla og kvenna á vinnumarkaðanum, veltum við því fyrir okkur hvað hægt er að gera til að eyða þessu bili algjörlega. Ég held að þurfi bara heilmiklar umræður og fræðslu, fyrirmyndir. Það er til dæmis þekkt að verkfræðideild Háskóla Íslands fór í herferð fyrir allnokkrum árum og fekk svona konur sem voru verkfræðingar, Rannveigu Rist og yfir álverinu í Straumsvík og svona fleiri verkfræðingar til að fara inn í framhaldsskólana
og það hafði bara veruleg áhrif og þetta kveikja upp henni, já, heyrðu, þetta nú bara ábyggilega ansi skemmtilega starf, gefur mikla möguleika og ég held að það sé eitthvað sem við ættum að gera miklu meira af og við þurfum líka svolítið að vekja kennarana upp og námsráðgjafa, starfsráðgjafa upp til vitundar hvað þeir að gera í sínu starfi, hvað þeir að ráðleggja. En það ekki svo að fordómar gagnvart körlum í kvenstörfum eru meiri? Ekki erfiðara fyrir þá að brjóta ísinn? Ég held og það eru svona ýmsar rannsóknir sem benda til þess að strákar, þeir verða fyrir miklu meiri fordómum. Það eru einhvern veginn svo sterkar hugmyndir það hvað karlmenn mega gera og hvernig þeir eiga að vera og skilaboðin til stráka eru alveg óskaplega sterk. Það eru 100 ár síðan að konur fengu jafna rétt og karlar til starfa, náms og námsstyrkja, 100 ár. Því þá var ýmislegt sem var lokað konum. En 100 árum síðar þá vorum við ennþá að glíma við þetta og þetta að strákarnir mæta svona miklu fordómum því miður.